Nú ég. Já, nú ert þú andalæknirinn. Jæja, Pocahontas, hvað er það sem þú vilt vita? Alvitri andalæknir. Mér langar að vita hvaða stríðsmanni ég á eftir að giftast. Látum okkur nú sjá. Hann á að vera hávaxinn og hugrakkur. Nú sé ég hann. Þarna í vatninu. Komdu nær. Þarna er hann. Kærar þakkir. Takk, vitri andalæknir. Komdu, fyllum krúsurnar svo við fáum ekki fleiri skammir. Finnst þér ekki kólna óvenju snemma í ár, Pocahontas? Og við eigum svo lítinn mat. Mamma segir að ástandið eftir að versna til muna. Hvað var þetta? Sjáðu. Þeir eru með eldbrik. Hlauptu heim í Þorpnefa og segðu pappa þetta. En hvað með þig? Ég býð hér og tef fyrir þeim. En Flýttu þér. Rólegir, þetta er bara telpa. Ég held að sé svo sam og við sáum daginn sem við komum. Það er orðið tímabært að við kynnum okkur, ekki satt Balló. Jæja, verið samt varir ykkur á með að ég kynni mig fyrir telpunni. Góðan daginn, ég heiti John Smith. Ég er fyrirliði mannanna þarna. Hvað heitir þú? Pocahontas. Ég hef aldrei séð Bleiknef svona nálægt áður. Þá er jafnt komið á með okkur. Ég hef aldrei séð indjána svona nálægt. Þú ert telpan sem ég sá í hlíðinni daginn sem við komum, ekki satt? Það er rétt. En þú hljóst í burtu. Þá er ég hrædd við ykkur. Bleiknefur er ekki algeng sjón hérna. En þegar við sjáum þá... Hvað þá? Segðu mér, ætti ég kannski að vera hrædd við ykkur? Nei, alls ekki. Piltar, látið vopnin síga. Ég er ekkert hrædd, John Smith. Svona fer þegar við hrekjum Bleiknefina ekki burt. Núna er dóttir Powhatan sjálfs á þeirra valdi. Ef þeir gera Pocahontas mein, verður jörðin rauð af blóði þessara Bleiknefja. Hefðirðu hlustað á mig? Þyrftirðu ekki að lofa neinu núna. Þögn! Út í skó! Nefa sagði satt. Þeir eru með eldprikk. Eldprikkin særir okkur ekki ef þeir eru ekki á lífi til að nota þau. Nei, tongana. Pocahontas gæti verið hjá þeim. Ég heyr ekki í henni. Hún er hjá þeim. Þeir eru eflaust á pintana. Til allögu! En segðu okkur meira frá leiknum sem þið kunnið að sparka bolt á milli ykkar. Ég gæti orðið góður í honum. Ætlað þú að sparka bolta? Jæja, þú sem kemst allir brækurnar á morgnana, góðu minn. Dóttir mín er jafn hugurökk og stríðsmenn ættbálsins. Kaftin, þetta er gildrað. Piltar, ekki skjóta. Enginn skal segja að englendingur hafi hafið stríð í þessum nýja heimi. Þetta er faðir minn. Þeir vilja okkur ekkert illt, pabbi. Segðu þeim þá að sleppa þér. Ég er ekki fangi hjá þeim. Ef þú gerir atlögu, er það á menn sem hafa ekki gert þér mein. Látið vopnin síga. Þeir eru fáir en við erum margir. Nú getum við drepið á. Pocahontas segir satt. Þeir hafa ekkert gert okkur. Látið vopnin síga. Strax! Við erum búin að eignast háttsettan vin. Þá hittumst við loks. Við komum sem vinir. Þið komið með eldprikk. Myndir þú ferðast skó með villtum björnum án þess að taka með þér öxina þína? Það eru fáir birnir eftir, þið hefur veitt svo mikið.
Við tölum ekki saman hérna. Komið með okkur heim í þorp. Það væri gott. Nágrannar eiga að þekkjast. Tala nú stelpa fyrir hönd ættbálksins. Þetta er besta máltíð sem ég hef fengið, Powhatan. Það er að því að ég hef aldrei áður elda handa þér, John Smith. Þú ert heppin að eiga dóttur sem eldar góðan mat og er líka gullfalleg. Og þú ert heppinn að eiga tungu sem kann að mæla réttu orðin, John Smith. Ég efast að bleiknefirnir hafi komið til þess eins að tala fegurð Pocahontas. Það er satt, Tonkanna. Við komum til að bjóða ættbálki Powhatans vöruskipti. Við eigum margt að bjóða ykkur. Teppi, verkfæri. Hvað vil ég fá í staðinn? Mat. Okkur vantar korn að borða í vetur. Fyrst hirtu þau bráðina, nú vilja þið fá afganginn. Það er nokkuð til í því hjá Tonkanna. Við veiðum allir, svo það er lítið eftir til skiptana. Þjóð okkar þarf sjálf það litla sem við eigum. Þið fáið annað í staðinn eins og kapteinninn sagði. Við borðum hvorki teppi né verkfæri. Þegiðu, indjáni. Við buðum ykkur vöruskipti, en mundu að við getum tekið það sem við viljum. Þetta nægir, herra Barlow. Já, nú er búið að tala nóg. Þið gistið í þorpinu í nótt. Í fyrramálið ræðum við kannski betur saman. Pocahontas, nú skaltu fara. Ég hef margt að ræða við stríðsmennina. Já, pabbi. Þér hefðuð ekki átt að hóta Powhatan höfðingja og mönnum hans á meðan við sátum í langhúsinu, herra Barlow. Eins gott að þeir komið strax að því hver ræður. Munið að þetta er þeirra land. Setjið 2 menn á vörð. Við förum í bítið. Já, herra. Segðu okkur hvað gerðist, Tonkanna. Ég skal gera það, en ekki hérna. Segðu stríðsmönnum hliðhollum mér að fara upp í kanínugil. Nú verðum við að grípa til okkar ráða. Bleiknefirnir hótuð að taka kornið okkar. Powhatan bauðum bara að gista hjá okkur. Svo við getum ráðist á það meðan þeir sofa. Nei. Powhatan segist að tala betur við þá á morgun. Tala? Já, hlaupandi Hjörtur. Ef við hlustum á Powhatan, endar með því að við þurfum að grátbiðja bleiknefina um okkar eigin mat. Hvað getum við gert? Sækið axirnar ykkar, boga ykkar og örvar, alla hnífa. Og við sjáum til þess að þeir sleppi ekki lifandi burt úr þorpinu. Fljótur, ég þarf að tala við John Smith. Um hvað? Tíminn er naumur, þið eru allir í hættu. Núna, til atlögu! Fljótinn, hendið á bítana! Við verðum að stöðva þá! Ekki skjóta! Ekki! Nabori! Ég gaf ekki fyrirmælum að skjóta. Hörfið! Hvað höfum við gert? Þetta færðu borgað! Tonkanna! Hvað á þetta að þýða? Þú vildir ekki stöðva bleiknefina, svo við gerðum það. Bleiknefirnir réðust ekki á okkur. Þið réðust á þá. Þeir ætluðu að taka matinn okkar og láta okkur svelta. Svo þið gripu stríðsaxina til að drepa þá alla. Þú ert þér til skammar. En pabbi, þú sagðir sjálfur að við ættum að ráðast á bleiknefina. Það er eitt að vera ósammála höfðingjanum, allt annað að óhlýnast honum. Þú ert rekin úr ættbálknum. Taktu stríðsmennina sem börðust með þér. Þið eigið að búa í óbyggðum og fáið aldrei framar að finna ylinn í langhúsum okkar. Það er betra að lifa hugrakkur í óbyggðum en húka með hrættum kanínum í langhúsi. Táanaga, gamli vinur. Ég vildi að þetta hefði aldrei gerst. Og ég vildi að sonur minn hefði ekki fært mér vansæmd. Ég skal sinna Nabori. Takið bleiknefinn. Hann á að deyja fyrir að beita eldbrygginu gegn Nabori.
Nei, pabbi. John Smith skaut ekki eldingunni. Ég er búinn að segja að ég skaut ekki Nabori. Ég reyndi að koma í veg fyrir að maðurinn niður skotin. Þú ert höfðingi ættbálksins þíns. Þú hlýtur að bera ábyrgð á gjörðum hans. Þú átt að deyja, John Smith. Það er einróma ákvörðun ráðsins. Það er ákvörðun mín. Nei. Nabori er alls ekki dáinn. Eldprikið rotaði hann bara. Ef við sleppum honum kemur hann aftur með bleiknefina til að drepa okkur. Ég er sammála Táanaga í þessu máli. Farðu, Pocahontas. Hvað er að, Pocahontas? Faðir minn og ráðið eru búin að ákveða að John Smith eigi að deyja. Og ég get ekkert gert til að bjarga honum. Jú, víst. Hann er fangi og þú getur krafist að fá hann samkvæmt lögum ættbálksins. Já, þannig eru lögin. Ég mundi það ekki. Æ, takk, elsku Neva. Ég vona bara ég kom í tæka tíð. Hættið! Þið megið þetta ekki. Ákvörðun ráðsins stendur. Ég geri kröfu til John Smiths samkvæmt lögum ættbálksins okkar. Þú getur ekki gert kröfu til hans. Ég get það. Þannig eru lögin. Það eru lög sem feður okkar og feður okkar settu og þið getið ekkert sagt til að breyta þeim. Lög eða ekki lög, þú veist ekki hvað þú ert að gera. Ég veit bara að ég ætla að bjarga lífið þessa saklausa manns. Hann á ekki skilið að deyja. Hann er bleiknefur. Lögin segja ekkert bleiknefi. Ég krefst þessa manns mér til handa. Og sá sem segir að ég geti það ekki, brýtur gegn heilugum lögum okkar ættbálks. Jæja, hver ætlar að segja mér að ég geti það ekki? Þetta er andstætt óskum mínum. En lög eru lög. Nú átt þú bleiknefinn John Smith. Ef hann reynir að fara úr þorpinu, verður hann drepinn. Bleiknefurinn eins og brosandi göltur. Bíddu hérna, John Smith. Já, frú. Talaðu minnst okkur við hann, pabbi. Þú sagðir hann geti kennt okkur margt. Ég vil ekkert læra af manni sem sneri dóttur minni gegn mér. Ekkert í heiminum gæti gert mig andsnúna þér. Þú óhlýðnaðist mér og... Ég veit að þú ert bleiknefur, en jafnvel í því landi hlýtur það að teljast ókurteisi að ryðjast óboðinn inn í hús. Og jafnvel í þínu landi hlýtur að teljast ókurteisi að hafa gest í tæpa 2 mánuði án þess að sýna honum vináttu. Þú ert óvelkominn gestur og ekki vinur minn. Kannski getur þessi gjöf brætt ísinn í hjarta Powhatans. Hvaða gripur er þetta? Áttaviti. Örinn bendir alltaf í norður. Ef þú notar hann villistu aldrei. Ekki einu sinni í myrkasta skógi. Slíkur gripur er ekki til. Snúð honum í allar áttir, þá sér það ég segi satt. Hvernig getur hann vita hvar klettalandið er? Hann veit það, Powhatan. Og nú veist þú það líka. Þetta er góðu gripur. Mikill galdragripur. Ég þakka...